Góðan dag og verið velkomin á þennan 39. fund sveitarstjórnar Rangárþings Ytra. Ég ætla að byrja að fara yfir mætingu. Þessi mætt eru Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Viðar Már Þorsteinsson og Eggert Valur Guðmundsson fyrir álista. Vonir á Þórunni Dís vonandi bara á næstu mínútum. Björk Gretarsdóttir, Eydís Indriðadóttir og Ingvar Pétur Guðbjörnsson eru mætt fyrir hann D-lista. Einnig situr fundi Jón Valgeirsson sveitarstjóri og Ösp Viðarsdóttir sem sér útsendingu. Ætla ég að kalla eftir hvort það einhverjar athugasemdir við útsend fundaboð. Svo ekki, þá göngum við bara til dagskrár og fyrsti liður dagskrárinnar samantekt sveitarstjóra. Gerðu svo vel, Jón. Já, góðan daginn. Já, við samantektin, hún nú svona fram í desember að hluta til. Alltaf sem maður ekki að tala mikið jólin, en það svo sem búið að vera að safna síflið saman á þessum tíma. Það hafa verið, og kannski svona allir fréttum, mikið að gera í kringum Landsvirkjun og núna svona stöðu vinn í gangi varðandi uppbygging á vindorkuverinu við Vaðöldu og stöðu fundir innan stjórnsýslunnar, þau verkefni sem það eru á efsta baugi. Og það svo sem ánægjulegt að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, hún hefur þá hafnað þessu kærum varðandi virkjunarleyfið og efnistöku í Langöldu, þannig að þetta svona fækkar aðeins vandamálunum. Nú síðan hefur við líka verið að átt eitt fund með Landsneti, banandi uppbyggingum tengivirkis. Þannig að svona má segja svona kannski bara stjórnsýslan sé bara komin svolítið á snúning út af þessu verkefni, sem bara vel. Svo ef við færum okkur aðeins nær í byggðina, þá búið líka góða fundi og áhugaverða með eigendur gaddstæðaeigunar við Hestamannafélagið og Veiðifélagið uppbyggingu í eyjunni á Hellu. Þetta svona athyglisvert og áhugavert verkefni sem maður þarf að vanda sig við. Nú síðan má nefna að ég satt fund hjá ungmennaráði í byrjun ársins sem bara mjög gaman að geta verið að koma þeim góða hópi á stað og við getum þá að virkja hann með markvissum hætti. Nú þar læknamál í Rangárþingi, við heldum heilmikinn fund með forsvarsmönnum HSU. Ekki góð stað í gangi varðandi mönnun lækna og slíkt, vonandi væntingar í sambandi við húsnæðismál, en það svo sett áætlaður annar fundur núna í lok febrúar þar sem við skulum sjá hvað þau hafa að segja. Annað mál sem snertir uppbyggingu á Hellu og Reykjagarður hefur verið í samtali við okkur að stækka starfsemina þar og flytja starfsemi hingað og byggja íbúðir fyrir starfsfólk og væntanlegur annar fundur fljótlega þetta mál líka. Þetta auðvitað stórt og mikið mál og mikilvægt að vanda sig við þetta og sjá hvort það geta púsla þessu vel saman. Nú síðan svona verið að gera upp árið 24 og það var viðburður þar sem að vera að velja íþróttakarl og íþróttakonu Rangárþings Ytra fyrir árið 24 og hefur svona afreksfólk sveitarfélagsins í íþróttum og vil ég óska þeim Hönnu Rún og Árna Birni til hamingju með titlana. Nú síðan var kaffisæti eldri borgara, það var haldið á Laugalandi og alltaf gott að mæta í viðburði þar sem eitthvað gott að borða. Og síðan hefur þessi samkomu verið notuð til þess að velja samborgara Rangárþings Ytra og vil ég óska Pálínu til hamingju með verðskuldaða viðurkenningu. Nú síðan sótti ég aukaaðalfund Veiðifélag Eystri Rangá þar sem verið svona að skerpa á starfseminni, sérstaklega varðandi seiðaeldisstöðina og maður getur aldrei annað dáðst á þessum stór ám okkar, bæði Eystri og Ytri Rangá. Þetta náttúrulega algjört gull hjá okkur að hafa þessar perlur hjá okkur. Nú síðan var aðalfundur Febrang eða Félag eldri borga í Rangárvallasýslu sem var haldinn á Hvolsvelli og þetta öflugur félagsskapur sem nærir alla sýsluna sem vel og það félögum að fjölga og það eru formannaskipti á þessu fundi og vil ég þakka Jóni Ragnari fyrir góð samskipti og störf og bjóða Finn velkominn til starfa. Mikilvægur félagsskapur þar. Nú svo var áhugaverður fundur með Sorpborg og finnskum aðilum vegna hugmyndum litla sorpbrennslustöð á Strönd. Tinnarnir kom inn í heimsókn og hitt okkur aðeins á Hellu og fólk á vegum sorpstöðunar. Athyglisverð hugmynd ef hún verður að veruleika, en auðvitað erum við svona á kantinu með þetta verkefni á þess að vera beinir þátttökundur í gegnum sorpstöðuna. Nú síðan það eins og kannski kemur í fréttum, það hefur verið reglulegir upplýsingafundir með framkvæmdastjórum sveitarfélaganna og
Samband íslenskra sveitarfélaga og samninganefndinni út af nýjum kjarasamningum við kennara og því miður líka einnig verkfallsaðgerða. Nú þó hafi ekki enn komið til verkfall í okkar skólum, þá er auðvitað miður að það náist ekki samningar við þessa góðu stétt en vonandi gerist eitthvað jákvætt í þessu þannig að við lendum ekki einhverju tjóni með skólan okkar. Nú, annað mál sem snertist Landsvirkjun og það hafa verið undirbúningsfundir raunverulega með fulltrúum Landsvirkjunar vegna útfærslu og uppbyggingu starfsstöðvar hérna á Hellu og að myndast kannski ákveðin hugmynd sem þetta þá að fara að setja inn í skipulagsumferðarnefnd og frábært mál og ég á ekki vona öðru heldur en þetta verði mjög til sóma fyrir bæði sveitarfélagið og Landsvirkjun. Nú, annað verkefni sem tengist hérna kannski Hellusvæðinu og það er Bjargshverfið. Það þurfti vera leggja lokahönd á deiliskipulagið og það komnar tillögur að götuheitum sem að sveitarstjórnin vantilega tekur fyrir hérna áfram. Skipulags- og umferðarnefnd búin að gera tillögu að nöfnum þannig að þetta mun þá heita eitthvað þessar götur hérna og hérna bara góðar hugmyndir sem að komu hérna inn í þetta púk. Nú kannski að lokum þá er þorrinn í gangi, fullu gangi, mikið af þorrablótum náttúrulega og alls konar svona matur og ég stakk mér inn á skötuverslunni hjá Geysi og gaf mér að geta styrkt þá starfsemi og þar sem þeir voru að safna fyrir heitavarseintæki í Reiðhöllina og ekki að smakka andla mat þannig að það er bæði þá skata og þorramatur í matinn þennan mánuðinn. Fékk reyndar ekki foreldratal hjá þeim þetta árið, vann það í fyrra en það gengur bara betur næst. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Jón. Þá höldum við fundið áfram og fyrir mig lið 2 sem er beiðni eða tillaga breytingu á skipan aðalmanns í markaðsmenningar og jafnréttismálanefnd og það er lagt til að Viðar Már Þorsteinsson verði aðalmaður í nefndinni í stað Brynhildar Sighvatsdóttur og Brynhildur verði varamaður. Orðið lust sem geta samþykkt það er samþykkt. Það eru liður 3 sem er mannauðsstefna Rangárþings ytra. Til umræðu og afgreiðslu. Ég ætla að biðja Jón kannski að fara örstutt yfir svona að helsta í þessu gerðsveljón. Já, þetta er afrakstur vinnu sem við höfum verið að vinna svona síðustu missir og mánuði og eldri stefna sem hér starfsmannastefna sem sagt var nú frá 2012 sumrið bara mjög góð stefna en vissulega komið tími á nýja og við köllum þetta mannustefnu sem ég held að ég sé betra orð á þetta allt saman því að mannusmál og starfsmannamáli eru nú kannski svona stærstu áskorunir kannski í rekstri hvers sveitarfélag, mikið mannfjöldi undir hjá okkur. Það var svo sem lagt upp með það aðaluppleggið með þessu var svolítið reyna einfalda og svona straumlunlega stefnuna styttana og síðan er hugmyndin og það er svo sem ekki öllu leyti búið að búa til alltaf svona hliðastefnu sem eiga að fylgja mannustefnunni eins og einheltisstefnu, fjarvistarskráningar, viðverureglur og svo framvegis. Jafnréttisáætlanir og annar eru hliðarafurð við þetta líka sem er þá tilbúið en hugmyndafræðin er svo að stefna sé nokkuð skýr og ekki mjög löng og svo geta með nálgast svona hliðastefnu sem gildum við málefni sem tengjast á meginmálum mannustefnunar. Og það er svona gert til að hún gildi svona hún sé að hafi ákveðin svona tímamörk þannig lagað og verði svo endurskoð á hverju kjörtímabili. Þannig ég myndi þá líta á þannig að það verði þá kannski næsta sveitarstjórn með tækja hana til skoðuna hvort það verði eitthvað sem að menn myndu gera betur. Því þetta sjálfsögðu að vera lifandi plagg en svona almennt séð þá á þetta bara að vera sem sagt svona þá ákveðin svona reglusetninga hvert þá starfsfólki réttindi og skyldu líka og hversi ætlast af okkur starfsmönnum sveitarfélagsins og líka svona stuðningur við kannski forstöðumenn og stofnanir
hvernig menn taka á móti nýju starfsmönnum. Eitt af það sem við ætlum að gera var svona móttökuáætlun við nýja starfsmenn líka sem að nýtist vel, sérstaklega það sem eru kannski mannaskipti eða meiri mannaskipti. Þannig að það búið sem sagt og síðan var ákveðið líka sem sagt innan stjórn 8 að búa til samsvarandi mannustefnu samlega þessari að því auðvitað eru skólarnir náttúrulega stærstu aðilar eða með mesta starfsfólkið og það má segja að mannustefnar eru 8 síðan alveg samsvarandi mannustefnu Rangárþings ytra nema það svona hún aðlöguð bara sérst, í orðalagi að þeim stofnunum og yfirmönnum sem þar starfa. En að öðru leyti þá held ég þetta sé nú bara tilbúið til afgreiðslu og umræðu. Takk fyrir það, Jón. Einhverjir sem vilja taka til máls þessa mannúðarstefnu? Svo ekki þannig að ég ætla að leggja til að þessi stefna verði samþykkt, þessi geta samþykkt það, samþykkt. Þá erum við hérna með lið 4 sem ályktun heilbrigðisþjónustu. Það ályktun sem var lögð fram og samþykkt á aðalfundi félags eldri borgara mánudaginn var, eða fyrir rúmri viku. Og það tillaga að sveitarstjórn taki undir þessa ályktun og ég held sér rétt að ályktunin fari inn í fundargerðina. Hún svona í megindráttum ekkert ósvipuð ályktunin sem sveitarfélögin sendu frá sér á dögunum. Allir sammála því. Það samþykkt. Þá liður 5 sem gjaldskrá leikskóla 8. Það erindi sem kom frá Verkalýðsfélagi Suðurlands varðandi það breytingar sem urðu á þjónustustiginu og gjaldskráni síðustu áramót og þar sem að Verkalýðsfélagi ekki alveg dús við þessar breytingar sem að samþykktar voru og eitthvað sem við taka til máls. Við ætlum að leggja til að við myndum vísa þessu erindi og fá fulltrúa Verkalýðsfélagsins inn á fund 8 og fara yfir þessar athugasemdir þeirra á næstu 8 fundi. En þetta orðið laust ef einhverju vilja. Þessi geta samþykkt að vísa erindin inn til stjórnar 8 eins og að gefa merki. Það samþykkt. Þá liður 6 sem ársskýrsla regluvarðar. Þar sem lögð fram ársskýrsla regluvarðar frá KPMG fyrir árið 2024 og það lagt fram til kynningar hér. Það liður 7 sem fundargerð samtaka orkusveitafélaga. Fundargerðin lögð fram til kynningar en við leggjum til að við tökum undir sérstaklega umsögn samtakana breytingu á ýmsum lögum vegna einföldunar og samræmingar leyfisferla á sviði umhverfis og orkumála. Þetta nú svona í takt við það sem við höfum verið að ræða hér undanfarna mánuði. Hún svo löng þessi umsögn að það eiginlega ómögulegt að setja hana inn í fundargerðina. Það allir sammála því að taka þetta út úr fundargerðinu, að öðru leyti fundargerðin til kynningar. Og þá liður 8 sem tilkynning frá ráðuneytinu samráð í samráðsgátt vegna tillagna flokkun 10 vindorkuverkefna og breytingu á reglugerð urðun úrgangs. Það einnig lagt fram til kynningar. Nú þá erum við í lið 9 sem byggðaráð og eins og við erum vön að hafa tökum við út þau mál sem við teljum að þurfa að afgreiða sérstaklega hérna inni og tökum svo fundargerðina þegar við höfum afgreitt þau mál. Það hérna fyrst fjölmenningamál, þar sem var lögð fram drög að erindisbréfi fyrir fjölmenningaráðið og Jóhann G. Jóhannsson mætti á fundinn og fór yfir.
Þannig að byggðarráð lagði til að það yrði gerða breytingar á annarri grein erindisbréfsins þannig hún hljóði svo: fjölmenningarráð skipað 5 fulltrúum og jafnmörgum til vara. Stefnt skal að því að hafa hópinn fjölbreyttan þannig að hann endurspegli sem best þann fjölda þjóðerna sem fyrir í sveitarfélaginu. Auglýst eftir áhugasömum einstaklingum við 3 stöður í ráðinu. Atvinnulífið tilnefnir 1 fulltrúa og ferðaþjónustu í Rangárþingi ytra tilnefnir 1 fulltrúa og kjörtímabil fulltrúa miðast að jafnaði við kosningar til sveitarstjórnar nema sveitarstjórnin ákveði annað. Að jafnaði kýs sveitarstjórn formann nefndarinnar og fyrsta fundi nefndarinnar fer fram kjör varaformanns. Að öðru leyti var erindisbréfið samþykkt í byggðarráði. Og við erum með til afgreiðslu hér að staðfesta bókun byggðarráðs. Ég ætla ekki að vorði laust, gerðu svo vel, Ingvar. Já, við erum nú búin að fara yfir þetta og ég er auðvitað hlindur þessari breytingar til þess að við erum að leggja til. Þegar maður fór yfir gögnin fyrir þennan fund þá aðeins svona rak maður augun í annað sem maður fór að velta fyrir sér. Það er þetta með að koma úr atvinnulífi tilefni 1 og ferðaþjónustan annar. Af því að nú er ferðaþjónustan alltaf hluti af atvinnulífinu. Hvernig við köllum á eftir tilnefningu frá þessum aðilum. Það er náttúrulega engin formuleg samtök hérna sem að geta þá sameiginlega tilnefnt og þessi hinir 3 væntanlega eru líka úr atvinnulífinu, hvort að það gæti mögulega verið til bóta að hafa hreinlega bara 5 einstaklinga og taka bara sérstaklega fram að það skulle leitast við að þeir komi sem víðast að úr atvinnulífinu, þannig að það sé það hægt að horfa til þess hér. Þetta er svona vangavelta, sko, af því að hvað ef að atvinnulífi tilnefnir úr ferðaþjónustunni og ferðaþjónustan tilnefnir úr ferðaþjónustunni og eitthvað sem ég hafði ekki leitt hugan áður þó maður sé búin að lesa hann texta marg oft, sko. Svona allavega eitthvað til að svona velta fyrir sér. Takk fyrir það, Ingvar. Skiljaði rétt að þú sért að velta vöngum yfir hvort við að binda þetta við atvinnulífið 1 fulltrúa og binda það við ferðaþjónustuna 1 fulltrúa. Ingvar, Gissur. Sko það sem maður fór bara að velta fyrir sér í gærkvöldi þegar maður var að renna yfir þetta einu svona en að við erum að tala um atvinnulífið tilnefni 1 og ferðaþjónustan tilnefni annan. En ferðaþjónustan er auðvitað hluti af atvinnulífinu. Hvernig leitum við eftir þessum tilnefningum, ákveðum við hvaða fyrirtækja við leitum til, þau hafa engan sameiginlegan vettvang til þess að hittast og tilnefna þá. Þannig að mín vangavelta er hreinlega svo hvort það eigi bara auglýsa eftir 5 áhugasömum einstaklingum og að línan þarna atvinnulífi tilnefnir 1 og ferðaþjónustan tilnefnir annan ætti bara að vera og skal leitast við að þeir komi sem víðast að úr atvinnulífinu, þannig að við getum þó gætt að því að við séum að horfa til þess að það sé kannski einn úr leikskólaumhverfinu eða skólaumhverfinu, annar úr kjötiðnaði og annar úr ferðaþjónustu og þriði úr landbúnaði, eitthvað slíkt. Þetta er bara svona vangavelta, praktíkin, hvernig ætlum við að kalla eftir þessum tilnefningum, hverjir eiga tilnefna. Ég man við vorum einhvern tímann að spá í einum stærsta atvinnurekandanum hérna inni en við töldum það ekki heppilegt, betur að tala almennt og hvort að það getur verið praktískari lausn að segja bara auglýskar eftir 5, það koma 10 umsóknir og menn leitast við að reyna að hafa þetta sem fjölbreyttastan hóp bæði út frá uppruna eða þjóðerna eins og við erum að leggja til breytingu á núna og þá að við séum líka að horfa til þess að þeir hafi sem viðtækasta skírskotun í atvinnulífi og það sé þá bara okkar ábyrgð að gæta því að ég bara fór að velta þessari praktík fyrir mér, hvernig ætlum við að leita eftir þessum tilnefningum. Takk fyrir það, Ingvar, ágætis vangaveltur. Ég held að sé nú bara mesta áskorunin í þess að fá bara yfir höfuð fólk í þetta ráð við erum nú þegar búin að auglýsa eftir því sem best veit og ég veit ekki hver viðbröðin hafa verið. Ég nú las nú ekki auglýsinguna en eru fleiri, þetta er bara ágætis pælingar. Finnst ykkur ástæða til þess að breyta erindisbréfinu? Ég sjálfur sér enga sérstakar skoðan á því, bara
eigum að sjá til hvað við fáum út úr þessar auglýsingu sem er þegar farin í loftið og endur skoða það þá ef við fáum ekki viðbrögð eða bara örstuð fundarhlið. Herðu þá framhöldum við fundi, það er tillaga smá breytingu við erindisbréf fjölmenningaráðs. Með þetta skrifa ég. Og breytingin eftir farandi, auglýst eftir 5 áhugasömum einstaklingum og leita skal við að þeir komi sér víðast að úr samfélaginu og atvinnulífinu. Allir sáttu við þetta, samþykkt. Þá breytum við þessu í erindisbréfinu og förum í lið 9.7 þarna úr fundagerð byggðaráð sem eru matarvagnar á Hellu, staðsetning og umbúnaður. Það sem byggðaráð leggur til að gjald fyrir langtímastæði í 1 ár verði krónur 150.000 og langtímastæði 6 mánuði verði 100.000 sem uppfæri síðan álegi samræmi byggingavísitölu. Þetta er í raun og veru lækkun frá því við höfum áður samþykkt hvað? Helming? Já, helming. Þannig að þetta ætti kannski að laða ykkur að
að til þess að koma með einhverja svona vagna og skreita aðeins mannlífið allavega hjá okkur í sumar. Gerðu svo lengvar? Já, þú veit, ekki efnisleg, ég er bara velta fyrir mig hvort að við ættum að setja þarna inn mánaðar töluna líka, bara verði krónur 150.000 eða 6.667 krónur á mánuði og svo 100.000 eða 12.500 krónur á mánuði, af því að við höfum verið í vandræðum með að fá fólk til að vilja vera þarna og þegar fólk setur í samhengi hvað mánaðartalin er lág að þá kannski er það svona minni hindrun þegar fólk horfir á svona stærri upphæðir. Þetta er nú bara vangavelta og ekki tillaga en ég held að fólk átti sig kannski þá betur á því hvað þetta er í rauninni ódýrt. Takk fyrir það, Ingvar. Ég er svo sem enga sérstakar skoðun á því, ef að við getum alveg gert það, við getum alveg sett mánaðargjaldið þarna inn líka, það lúkkar þá þannig að þetta kannski er ekki hátt gjald, en ég legg til að við getum þá sagt sem svo að byggðar á leggur til að gjald fyrir í langtímastað 1 ár verði krónur 150.000 eða, hvað sagður, 16.000 á mánuði og langtímastaði í 6 mánuði verði 100.000 eða allir sammála þessum breytingum tillögunni á orðalagin, það er ekki við að breyta tillögunni, það er bara verið að bæta við orðalagin. Eydís Gersvöld. Já, oddviti fundamenn, það er örstutt ábending. Við höfum aðeins velt fyrir okkur að því að nú er verið að breyta þessari gjaldskrá núna frá því sem að lesa á netinu, samþykktum gjaldskrám. Það kom samt fram auglýsing í mars á síðasta ári þar sem að þessar tölur voru settar fram. Þannig við vorum aðeins að velta fyrir okkur af hverju hefði verið farið út fyrir þáverandi gjaldskrá á þeim tíma. Það væri kannski ágætt að skoða það því að það er mjög mikilvægt til þess að við höldum trúverðuleika okkar að þessi farið eftir því sem að sveitarstjórn samþykkir hverju sinni. Takk fyrir það, Eydís. Var auglýst sem sagt í mars á síðasta ári. Ég bara hef ekki svarið þessu, en við skoðum þetta, en allavega þá erum við að samþykkja þetta svona núna hér og það verður þá tekið fram líka í gjaldskráni hver kostnaðar er per mánuð. Allir sammála því, það er samþykkt. Herðu, þá er það næsti liður sem eru fundagerðabækur og það er tillaga að leggja niður notkun þeirra. Það sem að byggðar á leggur til að hætt verða að nota fundagerðabækur til að staðfesta fundarsókn en haldið áfram verði að nota trúnaðarmálabækur. Ykkur sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sem geta samþykkt aðeinsleggjamerki, það er samþykkt. Og þá er það nýbygging leikskóla, það er hönnunarmál, það var lagt fram minnisblað frá Tómasi Haug, forstöðumanni eigna og framkvæmdasviðs, varðandi niðurstöðu verðkannana í verkfræði hönnun vegna raflagna, brunahönnunar, jarðvinnu, burðarvirkis, lagna og loftræstingar og hljóðvistar vegna nýbyggingar leikskólans Heklukots á Hellu. Og það er lagt til að semja við lægstbjóðendur sem eru Volt Orka EHF vegna raflagna að fjárhæð 5.795.000, Lotu vegna brunahönnunar að fjárhæð 2.380.000, verkfræðistofunar Þráins og Benedikts vegna EHF vegna jarðvinnu, burðarvirkis, lagna og loftræstingar að fjárhæð 23.990.000 og Mirru hljóðstofu EHF vegna hljóðvistar að fjárhæð
2.721.000 eða samtalskrónur 34.886.800 og tilbúðin voru innan kostnaðaráætlunar og byggðarráð fól sveitarstjóra undirrita samninga við viðkomandi aðila. Og það liggur fyrir þessu funda staðfesta bókum byggðarráðs. Gjörðu svo vel. Já, oddviti, þetta er auðvitað bara jákvætt að við séum að halda áfram með verkið. Ég langaði bara að vita hvort það er búið undir þetta við aðilana og hvenar þeir eru að hefja starf og hvenar eiginlega verkinu á að vera lokið. Takk fyrir það, Björg. Ég held ég verið að vísa þessa spurningu til Jóns. Gjörðu svo vel, Jón. Í sambandi undirritarana þá er það bara verkið bara í vinslu, bara hjá Tómasi og mér í raun og veru. En það er náttúrulega sem auðvitað liggur fyrir að þarna og verið að virkja þessa aðila til þess að gera klárt sérstaklega í útboðið gagnvart jarðverinu sem að þarf að fara fram sem að þá byrja í haust. Þannig að það má segja kannski mikilvægt hvar með koma inn í hönnunarvinnuna en það eru jarðverina sem að liggur mest á að klára hönnun á henni þannig að hún sé klár út af verkinu. Þannig að þetta er bara svona þá verkið vinslu ennþá og þessi aðilar eru bara alveg klárir bara standby í að fara að vinna. Takk fyrir það, Jón. Þessi geta staðfest bókun byggðarráðs vissulega gefa merki að samþykkt. Þá er það liður 9.13 sem eru lóðamál, þar sem var lagður fram lóðalegu samningu vegna Dynskóla 45 á Hellu við olíudreifingu. Þar sem byggðarráð lagði til að lóðasamningnum yrði sagt upp samkvæmt efnisinu þannig að renni endanlega út 31. desember 2027 og jafnframt verði sveitarstjóra falið að ræða við olíudreifingu möguleika þess að flýta fyrir samningslokum. Þetta tengist svona óbeint uppbyggingar hugmyndum Reykjagarðs. Ykkur sem vilja taka til máls? Þessi geta staðfest bókum byggðarráðs vissulega gefa merki að samþykkt. Þá er það Akurhólsvegur, það er tilkynningum fyrirhugaða niðurfellingu. Það er lagt fram til kynningar hér. Ég sé að þetta hefur verið lagt fram til kynningar í byggðarráði. Já, koma ábendingar frá Land og Skógum. Af því þarna er föst búseta. Þannig að það er lagt til að verði gerðar athugasemdir við niðurfellingu Akurhólsvegar og vegaskrá þar sem hann er aðkomulega Kornvöllu þar sem er skráð búseta. Kornbrekku. Allir sammála því. Það er samþykkt. Þá erum við með fundagerð umhverfis hálendis og samgöngunefndar. Já, það er staðfest að fundagerð byggðarráðs. Ég gleymi því alltaf. Þessi geta staðfest fundagerð að öðru leit, gerðu svo leitis. Já, oddviti fundamenn. Ég var örlitla fyrirspund varðandi fjórða liðin í bókun byggðarráðs því að við höfum í sjálf sér kannski ekki alveg niðurstöðurnar. Eina sem ég hefði kannski vilja fá að vita það, úttengtir það fjárútlát, þessi fjórði liður, áður en við samþykkjum þennan lið. Þetta er trúnaðarmál. Býtu, ég man nú ekki eins og
Örstutt fundarhlið. Þá höldum við fundi áfram, hafa gert örstutt fundarhlið til þess að útskýra ákveðna hluti varðandi lið 4 í fundargerð Byggðarráðs sem var trúnaðarmál, þannig að ég ætla að bera bara fundargerð Byggðarráðs upp. Öðru leyti þessu liðin sem við erum þegar búin að samþykja, þessi geta samþykkt hana, takk, samþykkt. Þá erum við í fundargerð umhverfis, hálendis og samgöngunefndar. Þar eru 2 mál sem við tökum út sérstaklega. Það nefndi bókaði sérstaklega varðandi utanvegaakstur. Það sem að nefndi leggur til við sveitarstjórn að sveitarstjórn láti skoða utanvegaakstur og meta umfang hans á hálendinu innan sveitarfélagsmarka Rangárþings ytra og skeri upp herör gegn þessum ófögnuði, til dæmis með uppsetningu skilta og með aukinni fræðslu. Utanvegaakstur bannaður, segir nefndin. Og það vísað til okkar hér að skoða utanvegaakstur og það bara göfugt verkefni. Við erum með tillögu að afgreiðslu en ég ætla að gefa orði laust. Við leggjum til að við förum í formlegt samráð við Náttúruverndarstofnun, Umhverfis- eða Orkustofnun eftir atvikum að ekki alveg búin að ákveða hvar rétti farvegurinn. Ég held að sé nú þessi nýja Náttúruverndarstofnun. Hvernig við vinnum að þessu áfram til þess að bregðast við utanvegaakstur á hálendinu, þannig að ég ætla að leggja til að Jónu verði falið að vinna málið áfram. Skita samþykkt af þess að leggja merki. Það samþykkt. Þá það lífrænn úrgangur og meðhöndlun hans. Það sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að skoða og eftir atvikum gera áætlun hvernig hrossaskítur frá hesthúsahverfinu sé nýttur og að með öllu ráðum að koma í veg fyrir urðun hans sem óheimil samkvæmt reglugerðum meðhöndlun úrgangs. Einnig leggur nefndin til að skoða meðhöndlun lífræns úrgangs og rekstri sveitarfélagsins eins og garðaúrgang og hvort það sé meðhöndlað samkvæmt fyrrnefndri reglugerð. Og það eru svona ýmsar leiðir og
en ég held að það væri kannski best sem fyrst að skrefa að skoða þetta í samræðu við sorpstöðina og þjónustumiðstöðina og kannski getum við búið til bara eitthvað gott úr þessu hérna í Aldamótaskógi. Það var svona aðeins komið til tals. En orðið er lust. Ég er tröll að trúa að við finnum góða lausn á þessu. Þannig að við leggjum til að sveitarstjóra verði falið að skoða lausnir varðandi afsetningu á þeim lífræna úrgangi sem nefndi nefnir í samráði við sorpstöðina og þjónustumiðstöð Rangárþings ytra. Allir sammála því? Það er samþykkt. Þá er það skipulags- og umferðarnefnd. Það er hér fyrst Hvammur 3, landskipti undir vegsvæði. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrir við heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Ég geta sagt þetta. Það er samþykkt. Það er Efstasel 2D landskipti. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskipti og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Ég geta sagt þetta. Það er samþykkt. Þá er það kosning varaformansnefndarinnar þar sem nefndin lagði til að Þórunn Dís Þórunardóttir verði varaformaður nefndarinnar í stað Steindórs Tómassonar. Nefndin þakkar Steindóri fyrir gott samstarf. Sem geta samþykkt þessa niðurstöðu nefndarinnar, það er samþykkt. Þá erum við hérna með handbók uppbyggingu ferðamannastaða. Það er sáliður lagður fram til kynningar. Og þá er það Bjargshverfi, hugmyndasamkeppni götuheiti. Nefndin hefur farið yfir framkomna tillögur og leggur eftirfarandi til við sveitarstjórn. Að aðalgatan beri nafnið Bjargsbrún og aðrar götur ættu að bera heiti sem enda á bjargi, til dæmis eftir stafrófsröð. Brekkubjarg, Heiðarbjarg, Heklubjarg, Hellubjarg, Holtabjarg, Rangárbjarg og Ægisbjarg. Þær götur sem byrja á H, bjarg, ætti að vera ofan við aðalgötun í stafrófsröð og fyrir neðan ætti brekkubjarg að vera fyrst og svo Rangárbjarg og Ægisbjarg næst auðkúlu. Nefndi þakkar þeim sem sá sem fært að senda inn tillögur og leggur til við sveitarstjórn að þessar hugmyndir verði samþykktar. Ég ætla ekki orðið laust. Er þetta ekki bara fínar tillögur? Það nú stendur ekki á neinum að bara fara að byrja það. Kom. Settum götuskildin. Þessi geta samþykkt þetta sem ekki merki. Það er samþykkt. Þá er það Giljanes, það er deiliskipulag. Já, nefndi frestaðinundunum. Og eftirlega þurfum við bara að staðfesta það eða hvað. Það er staðfest. Þá er að Læku við Gunnarsholt, það er breyting á deiliskipulagi. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breyting á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Og það er lagt til að afgreiðsla nefndarinnar sé samþykkt. Það er samþykkt. Það er Háurimi 5, 6 og 7. Skipulagsnefnd telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytingu á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Sem geta sagt þetta að samþykkt. Þá er það Svínhagi L7A deiliskipulag. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytingu á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga. Sem geta sagt þetta að samþykkt. Minnivellir, deiliskipulag. Nefndin hefur farið við framkomnar umsagnir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkominna athugasemd í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga. Þetta sagði þetta. Það er samþykkt. Þá
Þá er að Meiritunga 4, deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir. Nefndin telur að búa sig að taka tillit til framkomnar athugasemd í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Svo þetta, það er samþykkt. Það er ægisíða 1, Landsbylda A, breyting og aðalskipulagi. Nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir. Nefndin telur að búa sig að taka tillit til framkomnar athugasemd í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Ingvar víkur á fundi, þessi geta sagt þetta. Herðu, ætli ég fari þá ekki líka bara á næsta mál? Herru, það er 11.13, Lyngásbreyting og deiliskipulagi. Skipulagsumferðarnefnd hefur farið yfir framkomna athugasemdir. Nefndin telur að búi sig að taka tillit til framkominna athugasemda í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og það er lagt til að niðurstaða skipulagsumferðarnefndar verði samþykkt. Sem samþykkir. Takk fyrir það, það er samþykkt samhljóða. Ekkert aftur inn. Jæja, þá erum við hér komin í Hægi við Selfjall 2, breyting á deiliskipulagi. Sem nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir og leggur til að erindi verði grenndarkynnt hagsmunaaðilum á svæðinu að nýju að teknu tillit til uppfærða gagna málsins. Það er samþykkt. Þá erum við hérna í Vaðöldu við Þjórsá, það er lagning rafstrengs og ljósleiðara. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að ekki verði gerð athugasemd við veitingu framkvæmdaleyfis fyrir þann hluta framkvæmdarinnar sem er innan Rangárþings ytra. Mælist nefndin til þess að áður en leyfi verður samþykkt til útgáfu verði leitað umsagna viðeigandi umsagnar aðila og forsætisráðuneytis þar sem svæði á þjóðlendu er að ræða. Sett verður fram skilyrði fyrir útgáfu leyfisins á grundvelli þeirra umsagna sem berast vegna málsins. Lagnaleiðin skal vera í samræmi við deiliskipulag svæðisins. Þar sem vinna við breytingar á samþykktu deiliskipulagi stendur yfir leggur nefndin til að lagnaleiðir sem þessar skuli skilgreindar í því. Að auki er það niðurstaða nefndarinnar að lagning rafstrengs og ljósleiðar og umræddu svæði sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif. Samanber viðmið í öðrum viðauka laga frá 2021. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati umhverfisáhrifum. Geta samþykkt þetta? Ok. Ég er sem sagt komin í fund hérna lið 12. Ég gleymdi að taka það fram. Þetta rennir nú ekki allt saman. Þetta eru 2 fundir skipulagsnefndar. Þetta er seinni fundurinn. Það er Sigöldustöð, framkvæmdaleyfi fyrir athafnasvæði. Það sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að útgáfa framkvæmdaleyfis vegna uppsendingu vinnubúða vegna stækkunar Sigölduvirkjunar samanber framlagðan uppdrátt og önnur gögn málsins verði samþykkt, enda er framkvæmdin í samræmi við skipulagsáætlanir. Kalla skuli eftir umsögn frá forsætisráðuneytinu þar sem efnistöku svæðið er innan þjóðlendu. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út leyfið og hafa eftirlit með framkvæmdum. Nefndin vill jafnframt árétta að uppsetning og tilheyrandi mannvirkja þar að segja vinnubúða er háð byggingarleyfi og skuli sækja það sérstaklega. Þetta vissuleikjamerki, það er samþykkt. Og þá er það Langalda, það er framkvæmdaleyfi til efnistöku. Framkvæmdaleyfi til efnistöku. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að útgáfa framkvæmdaleyfis vegna efnistöku
á alltaf 250, hvað er þetta, fermetra, rúmmetra efnistökustað við E124 við Langöldu samanber framlaðan uppdrátt og önnur gögn málsins verði samþykkt, enda er efnistakan í samræmi við skipulagsáætlanir. Kalla skuli eftir umsögn frá forsætisráðuneytinu þar sem efnistökusvæðið er innan þjóðlendu. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út leyfið og hafa eftirlit með framkvæmdum. Það er samþykkt. Það er háfsjálega 1, 2 og 3, það er deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmi stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefndin samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga. Þetta er samþykkt. Það er gaddstaðir, það er íbúðasvæði, breyting og aðalskipulagi. Nefndin samþykkir tillögunum til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar en leggur til að hún verði áður kynnt í samræði við aðra málsgrein áður en að fundi sveitarstjórnar verður. Nefndin telur nægjanlegt að kynning tillöguna fari fram á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem tillaga varðar ekki hagsmuna aðila utan sveitarfélags. Það er samþykkt. Það er Suðurlandsvegur, Árbæjarvegur og Þykkvabæjarvegur tengingar. Nefndin telur heppilegast að unnið verði með útgáfu númer 4 og 5 og leggur til að skoða verði heildarsamhengi gagnvart tengingu við nánasta umhverfi þjóðvegarins og þessum vegakafla. Nefndin leggur til að vegagerðin vinni áfram með tilheyrandi útgáfur í samráði við sveitarfélagið. Þetta er held ég hringtorgspælingar. Skilta sá þetta, það er ekki merkilegt takk. Hvammsvirkjun, það er breyting á skipulagi vegna stækkunar efnistökusvæða. Nefndin leggur til að veitt verði heimild til nauðsynlegra breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins hvað varðar aukna efnistöku. Nefndin leggur líka mikla áherslu á að samræma sveitarfélaga mörk og leggur til að haft verði fullt samráð við viðkomandi landeigendur ef er að ræða aðra en sveitarfélagið. Nefndin leggur til að efla verði fengið til að sjá slíkt samráð og ganga frá réttum mörkum í kjölfarið. Að auki það niðurstaða nefndarinnar að aukning og efnismagni sé ekki líklega til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfis áhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati umhverfis áhrif. Það er samþykkt. Það er Hallstún, breyting á landnotkun í aðalskipulagi og deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir umsagnar aðila. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verið afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga og send skipulagsstofnun. Það er samþykkt. Hallstún, breyting á landnotkun og deiliskipulag. Þetta er sitt gott landnúmeri hérna, þannig að þetta, ég haldi ekki sé að lesa upp sömu og áðan. En það er sem sagt, nefndin samþykki framlagða tillögu og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til varðveislu samkvæmt 2. málsgrein 37. grein skipulagslaga. Það er samþykkt. Það er oddspartur, breyting og aðalskipulagi. Nefndin hefur farið yfir umsagnar aðila. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga og send skipulagsstofnun. Samþykkt það. Það er samþykkt. Minnivallanáma, breyting í aðalskipulagi. Nefndin hefur farið yfir umsagnar aðila og telur þær ekki gefa tilefni til breytinga og auglýstir tillögu. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga og send skipulagsstofnun. Það er samþykkt. Svo er það hérna að lokum flokkun landbúnaðarlands. Þessi nefndi fór yfir framkomnar áherslur einstakra svæða. Nefndi leggur til að flokkun landbúnaðarlands samkvæmt framlögðum gögnum frá Eflu verði kynnt landeigendum ásamt því að kalla verði eftir umsögnum búnaðarráðunauts. Nefndi leggur til að funda verði með fulltrúum lands og skógar og Eflu til að samræma verklag. Það er samþykkt. Þá er það nú bara gott hjá okkur, sko. Þá
erum við komin hér í lokin af fundagerðum sem eru lagða fram. Nei, það er Oddi hérna fyrst, já. Og þar er mannauðsstefnan tekin út úr fundagerðinni. Þess að kom fram í máli sveitarstjóra áðan að þá er hún svona nokkuð í takt við mannauðsstefnuna sem við vorum að afgreiða áðan. Þannig að ég ætla að bera upp þessa, eða gefa orðið laus kannski fyrst þessa mannauðsstefnu 8. Þannig að ég ætla að bera upp þessa mannauðsstefnu þess að geta samþykkt hana vissulega gemerki. Hún er samþykkt og fundagerðin á öðru leyti til kynningar. Og ég held ég hafi bara þessa fundagerðir allar hérna til kynningar og gefum okkur bara smá tíma ef að ykkur vilja taka til mál sem eitthvað í þeim. Ég get kannski komið að því hérna undir fundagerð sorpstöðvarinnar að framkvæmdastjóri sorpstöðvarinnar sagði starfi sínu lausu núna síðustu mánaðamót og stjórnin fundaði í síðustu viku og ásamt framkvæmdastjóranum og hérna þar sem við ræddum hans starfslokk og það var bara góðu fundur og þetta er allt saman unnið í góðu samstarfi. Það sem sagt verður fundur í næstu viku í stjórn sorpstöðvarinnar þar sem að tekna verða ákvarðanir næstu skref. Þannig að já, ég held að sé kannski ekki mikið meira þetta að segja að svo stöddu við hérna erum bara að vinna þetta áfram og Ragnhildur hjá Rögn, hún kom hittum hann í vikunni, hún er svona okkur aðeins til aðstofar í þessu öllu, þannig að þetta verður nú allt saman gert samkvæmt lögum og reglum. En eins og ég segi það, öðru leyti eru fundagerðirnar hér framlagðar til kynningar, ef ykkur vilja. Að hvað segirðu? Já, það er hérna fundarboð á aðalfund Strandavallar sem er sýnist í kvöld og það tillaðum að Viðar Már Þorsteinsson verði fulltrúi sveitarfélagsins á þeim fundi. Allir sem eru sáttið við það er samþykkt. Þannig að ef það er ekki fleira að þá bara slagi botnin í þennan fund og þakka ykkur fyrir.